ég var samt ekki alveg tekin eins og Íslendingur, eins og allir aðrir í samfélaginu. Ég heiti Chanel Björk og er baráttukona fyrir málefnum fólks af erlendum uppruna hér á Íslandi og kannski líka bara baráttukona fyrir bara fólk sem hefur verið jaðarsett í samfélaginu bara yfir höfuð. Já, ég hef alltaf svolítið haft mikinn áhuga á baráttumálum og kannski líka vegna þess að ég sjálf er einstaklingur með erlendan bakgrunn. Mamma mín er sem sagt upprunalega frá Jamaica og ólst sjálf upp í Englandi og svo kynntust hún föður mínum sem er Íslendingur þegar þau voru bæði einhvers staðar á ferðalagi og við bjuggum sem sagt út í Englandi fyrstu 10 árin af ævinni minni og fluttum svo til Íslands þegar ég var 10 ára. Þegar ég átti heima í Englandi þá átti ég samt heima í smábæ þar sem það var ekkert mikil fjölmenning, þannig að flytja til Íslands það var þannig séð ekkert eitthvað mikið öðruvísi þannig séð, en ég talaði samt ekki tungumálið því ég flytti hingað, þannig að ég þurfti að læra íslensku og líka bara fannst mér vera ótrúlega svona sterkar hugmyndir í samfélaginu það hverjir Íslendingar væru og hvernig þeir litu út. Þótt að eftir nokkur ár þá hefði ég sem sagt lært tungumálið, þá fann ég samt alveg fyrir því að ég var samt ekki alveg tekin eins og Íslendingur, eins og allir aðrir í samfélaginu. Þannig svolítið út frá þessum pælingum þá byrjaði ég bara að fá alls konar hugmyndir að mismunandi verkefnum sem ég langaði til þess að vinna í og lærði sem sagt fjölmiðla og samskiptafræði út í Englandi og eftir ég kom heim þá leið mér svolítið eins og ég hafi fengið bara tól og tæki til þess að skilja þessa upplifun sem ég var að ganga í gegnum og fékk þessa hugmynd að taka upp sem sagt verkefni sem móðir mín var að vinna í hér á Íslandi þegar hún bjó hér. Þó tók hún rosalega virkan þátt í samfélagi kvenna af erlendum uppruna hér á Íslandi og byrjaði sem sagt að taka viðtöl við þessar konur. En ég held að þetta hafi verið kannski svona árið 2010 eða 2011 sem hún var að vinna í þessu og bara fyrir mig þá var ekki nægilega mikill áhugi í samfélaginu, kannski hvorki í samfélaginu né hjá bara bókaútgefendum á þessum tíma fyrir þetta málefni. Það var eins og við erum ekki alveg búin að átta okkur á því hversu svona mikil fjársjóðir konur og fólk af erlendum uppruna á Íslandi eru. En ég fékk svo þessa hugmynd að heyra í Elínborgu Kolbeinsdóttur, bestu vinkonu mína, og athuga hvort að hún myndi hafa áhuga á því að gera eitthvað úr þessu verkefni móður minnar. Og við ákveðum svolítið að sameina okkar krafta. Elínborg er menntuð í mannréttindum og svo fjölskyldu bakgrunni minn og ákveðum að taka upp verkefni móður minnar aftur. Og fyrsti viðburðurinn var haldinn 2019 og svo aftur 2020 og svo fengum við styrk úr Jafnréttissjóði til þess að stækka svolítið umfangið í kringum þetta verkefni og gera það á ráðstefnu sem við vorum að halda núna í haust í Borgarleikhúsinu sem gekk alveg ótrúlega vel og fór fram úr okkar helstu vonum. Og núna erum við sem sagt að vinna að því að gefa út bók með víuútgáfu sem verður samansafn af sögum kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Þannig við erum svona að fara heilan hring að klára verk móður minnar sem ég er ótrúlega spennt fyrir.